Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, heyrðu, nú ætlum við að vinda okkar kvæði í kross. Við ætlum að ræða kjör öryrkja, en ein af afleiðingum af kjarasamningum sem voru gerðir snemma á árinu voru þau að missa kjarabætur sem að áttu að fara til öryrkja. Þeim var frestað. Og það er nú fræg setning í íslenskum stjórnmálum að það að segja fólki að bíða eftir réttlætinu sé það sama og að neita því það. Guðmunda Greta Guðmundsdóttir er öryrki og hefur verið að skrifa greina núna á Vísi eiginlega kjör öryrkja, verður velkomin. Takk. Og þú dregur bara upp þau kjör sem að þú býrð við? Já, rauninni, já. Og það er ekki að heyra að þú getur verið að bíða eftir réttlætinu? Já, sko, við erum náttúrulega búin að bíða svo lengi. Já. Það er ekki eins og við séum ekki vön. Já. En náttúrulega það kemur að því einhverjum tímapunkti að eitthvað gefur sig. Já. Það endar náttúrulega með því og sveltur hestur nógu lengi að hann fer ekki lengra. Nei. En hvað er að gera? Það er ekki eins og við förum í verkfall. Nei. Við getum ekkert gert. Þú getur skrifað greinar. Já, ég meina, ég er nú ekki miklu að trúða að ég sé nú að lesa það eða fara eftir því. Nei. Finnst þér að stjórnvöld séu svolítið svona brimvarinn fyrir fréttum af ykkar stöðu? Það bara vil ekki heyra þetta. Greinu sem ég skrifaði áður hvort að við ættum að borga kjarasamningana. Já. Ég senda hana inn á nokkra. Ég hef ekki heyrt neitt í neina Ekkert svar? Nei. Ég senda með þess að beint á Guðmundinga bara í gegnum Vinstri græna og hérna síðuna. Ekki neitt. Svo að við fáum enga áheyrn. Svo í rauninni eina sem er eitthvað verið að hafa hátt þetta er eiginlega það sem þú hefur verið að gera. Þú hefur verið bæði að tala við okkur og líka hann, Guðmundinga og hann. Og formennina í ÖBÍ og Þroskahjálp og Geðhjálp og svo hefur nú talað við öryrkja líka þeirra kjör. Já. En getur þú lýst svona stöðunni fyrir þann sem ekki þekkir? Öryrkjans? Hvað er þér boðið upp á? Sko, já, hún meina það. Það er náttúrulega, við fáum náttúrulega bara alltaf þessu upphæð, hverjum einasta mánuði. Það bregst náttúrulega ekki, við vitum af því, við fáum þetta, við erum ekki að fá neitt meira. Svo ef það verður eitthvað óvænt í okkur, þá eiginlega verður við annarkvært að taka yfirdráttarlán og spara þá við okkur til þess að borga það niður eða láta okkur bara vanta það. Það er spurt oft í svona könnunum, getur þú mætt óvæntum útgjöldum upp á 80.000 krónur? Nei, ekki á þess að fá yfirdrátt eða hjálp við annars staðar. Ég geti það ekki. Og ef þú færið yfirdrátt þá er þetta að borga 17% vexti í dag, já. Sem eru kannski 11% raunvextir, það meira það kannski. Svona, ef maður getur í lengstu lög að láta sig vanta og reyna að skrimta fyrir því. Það er náttúrulega sem að hluti lætum að sér náttúrulega ekki vanta, svo þóttavélar og annað. En, nei, það er alveg þurft að láta að draga það sem manni hefur vantað. Það er svona góð regla í okkur öryrkjónum að ef það er eitthvað sem okkur langar í eða finnst okkur vanta, býða svona í mánuð. Ef þið vantar ennþá og langar í það ennþá, þá skulum við skoða það. Sko. Við hlaupum ekki stað og kaupum eitthvað bara af því okkur langar í það. Nei. Í einni greininni varstu að benda á að það veri munur á því að vera fátækur og vera blankur. Já, það er alveg komið frá þér. Þú sagðir þetta daginn. Nei, því að maður heyri það stundum þegar maður heyri svona, hvað ég segja, ráða fólk tala. Já, þú kannast við það. Fólk sem er í frambóði, talar að hafa verið blankt að vera í námi. Já, og þekkja aðstæðunar. aðstæðunar. Líka, ég held að Sigríður Andersen hefði sagt að hún dreyfti sér nú bara alveg til að lifa á þessum peningamánuði. Já, ég held hún að vekt upp verið hún. Frekar en einhver annar. En sko, fólk áttu sig ekki alltaf á því, sko, við erum búin að vera þarna lengi. Við eigum ekkert, þú veist, hús eða fullan skáp á fötum eða við eigum ekkert uppsafnað. Þú getum bara orðið fátæk núna í smá tíma, allt í lagi. Heldur við erum búin að vera svo lengi, við eigum ekkert. Ekkert upp á hlaupa. Nei. Og enga væntingum að ef ég
þreyið þorran í svona 2-3 mánuði viðbót og þá verður betri tíð? Það er engin gulrót. Nei. Hún er alltaf tekin af okkur, ef einhver lofur eitthvað, þá láti ganga tilbaka eða frestað eða þeir nú búin að halda þessu með breytingun á kerfinu sem við erum ekki hamingjusum með. Nei. Að við erum búin að halda okkar kjarabátum aftur í langan tíma út af því. Þeim hefur verið haldið aftur vegna þess að það hefur verið sagt við öryrkja að þið fá ekki kjarabætur nema þið kynkið þessu breytingum á kerfinu. Og svo kemur hann og segir að sko allir öryrkjar sem eru í kerfinu, þeir eru safe, þurfi ekki að fara í gegnum þetta nema þeir vilji. Og það er rauninni sko er hann búin að klippa á, ég meina tilvonandi öryrkjar er ekkert að fara að berjast fyrir kjörin sínum. Það ætlar enginn að verða öryrkjar náttúrulega. Svo að ef að við sem erum öryrkjar núna getum alveg verið róleg nú þá bara látum við þetta bíða. En hver á þá að berjast fyrir þeim sem er að koma eftir okkur? Heldur að þetta sé svona pólitískt bragð? Ég held þannig að þetta sé svolítið lúmst svona Þannig að það brjóta rétt á einhverjum sem að mun verða öryrki í framtíðinni? Mögulega, en hann er ekkert að vera að berjast fyrir því núna. Og verkalýðsfélögin er ekki að skipta sér af þessu. Nei. Þegar kemur út fyrir það sko að fá frá fyrirtækjunu sjálfu sko, veikindaréttin, að þegar það er lokið þá kemur verkalýðsfélagi ekkert að því sko. Nei. Þú ert komin inn á. Og það er þó svo að þú hafi kannski mist heilsuna í erfiðisvinnu á vinnumarkaði og verður öryrki að á endanum kannski eitthvað smá tíma, nokkur missiri að þá ertu kannski inn í félaginu og ekki áttu rétt á að sækja í sjúkrasjóðu og eitthvað lura, en svo kemur þetta inn að þeir eru alveg bara vísað úr félaginu. Já, í raun og veru sko. Þeir hafa ekkert meira missið að tala. En í sambandi við það sem er aldrei talað í sambandi við að verða öryrki, það er sorgin, ekki bara sorgin við að missa heilsuna, heldur líka þú missir þjóðfélagið. Ég bjó út á landi á þessum tíma svona litlu bæjarfélagi. Maður kjaftaði við alla og þekkti alla og heilsaði öllum út á götu eins og gerist, en þegar ég verði öryrki og hætti með þetta vinna, þá kom enginn heimsótti mig. Ég varði eitthvað veginn bara svona mamma og svona míns, í gegnum skólan hitti ég fólk. Það kom enginn að vinnufélagum með heimsækja mig. Er það vegna þess að við upplifum okkur svona svo mikið það sem við verum að gera? Já, bara, þú veist, ég tilheyrði ekki lengur. Já. Ég var ekki inn í því sem var í gangi, það var náttúrulega fyrirtækið og fiskurinn var náttúrulega málið og það hefur ekki það að tala þá. Maður prófaði að fara á þessi, þú veist, þorrablóðið og eitthvað svona og maður var ekki inn í samfélaginu. Nei. Út af minni tengslum við atvinnulífið. En svo er það líka þannig sem að margir öryrkjar tala að það er fátæktin einangrar það. Já, það er svo margt sem að tekur ekkert þátt í því sem erum að vera. Fólk lítur þá sem sjálfsagt að það kostar. Það kostar allt. Ég hef ekki nú alveg leyft þér þetta kostar nú ekki mikið. Ég meina, hver þúsugall að fara að skipta málið, þá ertu ekki að kaupa eitthvað sem kostar 6-7 skall sem er eitthvað ekki skaman. Nei. Maður reynir þó frekar að eiga það inni ef eitthvað kemur upp á. Maður er líka alltaf að hugsa það. Býtum, má ég eiga þessu núna en ef þetta gerist eftir mánuð, hvað er ég þá? Maður er líka alltaf að hugsa það. Og kannski fátt sem er raunverulega ókeypis. Þó svo að kosti ekki að þá eru tilheyrir ýmislegt eins og veitingar og eitthvað fleira ef þú ætlar að vera eins og hinnir. Já. Ég meina þú ferði ekki í bíónum að kaupa popp og kók. Það er líka mjög undarlegt þegar ég er náttúrulega einsta móðir þegar ég verði öryrki að þó ég hafi fengið svona afslætti inn hér og afslætti inn annars þar, þá gildir það ekki niður á barni. Það er alltaf að borga fullt verð fyrir hann þó hann sé sonur öryrkja. Hann verður ekki afslátt af því. Þó svo við sjáum það í könnunum þegar að verða að mæla fátækt barna, að þá er það eiginlega nokkur atriði sem að það er náttúrulega börn einstæðra foreldra. Það eru börn foreldra sem eru heimilum sem eru á leigumarkaði og það eru börn öryrkja. Pældi við að vera svo barn einstæða móður sem er öryrki á leigumarkaði. Það vortu eiginlega bara, getur þú bara sagt bæ. Það er ekki hægt að ná, það er ekki hægt að láta það dæmi ganga upp. Þú ert ekki að fara að gera neitt. Og teppinu, þú getur haldið þannig að barnið þitt fái nóg að borða.
Hún var hérna helgina Harpa Njáls, félagsfræðingur sem að opnaði umræðu fátækt í Reykjavík hérna síðustu aldamót. Og hún var svolítið að ræða þetta hvernig stjórnvöldu tækist raunverulega að horfa framhjá því að það sem að þér rétt, að það raunverulega ekki hægt að reyfa því. Og hún var einhvern veginn að segja að sko fjarlægðin væri svo mikil að þeir sem var að taka þessar ákvarðanir. Erum 1,5 milljón í laun á mánuði lágmark. Já. Og þeim tækist einhvern veginn að bara útiloka hugmyndina það. Hvað væri verið að gera þér með því að láta þið lifa svona lágum uppi? Svo við stundum að grínast með það líka, sko, fattar ekki þetta ríka fólk sem rekur allt hérna og á allt hérna. Ef það lætur okkur ekki að hafa peninga, þá getum við ekki eitt ef við getum ekki eitt peningunum, þá greiða þeir ekkert á okkur. Svo það má alveg fara þá leiði líka, sko. Þeir eru að gera sjálfum sér grikk í rauninni. Skaffið fólki peninga og þau fyrir út að eyða þeim og heldur hjólánum gangandi. Ef þú sveltir 90% þjóðarinnar, þá er hún náttúrulega ekkert að taka þátt í partíinu. Þú ert ekki að græða neitt. En svo fylgir þessu líka eitthvað svona fyrirlitning sem er það að á hverju ættu við að láta þig fá pening því að þú lítur að fara svo illa með þá því að annars væri ekki svona fátæk. Það er svona hugmyndum að þín fátæki fyrir illa með peningin. Ég hef ekki náð þeirri hugmyndafræði sko. Af því sko, eins og ég segi sko, þetta varanlegt ástand, þetta var ekki byrja í gær sko. Ég átti ekki 1.000.000 inn í vittlis og þessna blönk í dag sko. Ég fekk bara nokkra aura og ég þurfti að kaupa mat og þess vegna á engan pening í dag. Þess vegna er svo, þú veist, maður nærir sig eins, sko. Það er ekki utan það, þetta er svo fjárstæðið, já. Svo, já. Það eru forstakostingar, það hefur rætt alls konar hluti samfélagið, kostið og galla og fleira. Finnst þér þetta svona ójöfnuðin í samfélaginu vera á dagskrá í þessum kostingum? Nei. Bara svona. Engin áhuga því. Hér ég að kjósa mig. Nema Viktor, náttúrulega hann segja, nei, það er ekkert að kjósa mig. Já. Nei, raunni, þetta snýst eiginlega ekkert það. Þá var sér svona stór hópur sem að raunverulega að glíma við fátækt og fátæktin bara stærsta vandamál í lífi þess. Að þá þegar við bara orðið mein á þjóðfélaginu. Þetta orðið mein á þjóðfélaginu. Þetta mein á þjóðfélaginu. Þrátt fyrir það. Að þegar við erum að tala svolítið samfélagið í tengslu við þessar forstakostingar, við erum ekki bara að tala það sko hvað svona fólk þetta við erum líka að tala sín þeirra á samfélagið og hvaða samfélagið þurfum við helst á að halda, að þá þetta kannski ekki svo mikið að dagskrá. Nei, alls ekki. Það er rétt. Það er ekki mikið komið frá þeim það, hvað þeim finnst kjör. Já, landans í rauninni, sko. Svo, þú veist, þegar þeim tekst að ná meðalaunum í landinu upp í 700.000, hver á svona háum launum? Þeir náu því. Það við veitum að mikil meirihluti langt undir þessu. Og við eiginlega bara náum sig, sko. En eins og þú veist að segja að fólk situr sig ekkert í okkar spórnum og þurfa að lifa þar. Þeir eru ekki bera ábyrgð á því? Nei, það held ég ekki. En þú varst öryggi á miðjumaldri. Þú ert ekki fædd? Já. Þannig að þú stundum spyrir maður með fólk sko að þegar eitthvað kemur upp á og þá reiknaru með að það sé öryggisnet í samfélaginu sem að muni grípa þig. Og sumir kannski sem eru að núti, hafa ekki lent í áföllum. Já. Þeir upplifa það, þeir búi í velferðarsamfélagi. Já. Hvernig þegar þú horfið tilbaka, fannst þér öryggisnetið grípa þig? Nei, maður þurfti að berjast fyrir einhverju einustu skrefi, sko. Meiri svo voru maður lendið því, maður þurfti alltaf að fara reglulega að endur nýja þetta fyrst, sko. Að ég skipti þá fyrir til læknis og ég á bara góðan dag og bara hress og hann skrifa vottur og ég fæ semst bara 50%, ekki 100%. Eða 75, eða hvað það kalla. Og því fóru innan eftir þessu hvað við skeða þá svari var það, já þú veist eitthvað svo hress þegar þú komst og þetta er ekkert líf fyrir unga mannesku að sitja heima alla dag. Þess nátti ég að fara að vinna. Það er ekkert af því ég gæti það eða ég hefði helsi til þess. Það er bara hans skoðun á því ég var hress þennan dag. Ég er bara fór út á vinnumarkaðinu nokkur ár, hálfan daginn.
Við eigum ekkert val. Ég var náttúrulega Án þess að geta það. Já, maður grýtt sig í svefn verkjum verið með einasta kvöldi. Bara harkaði af sér. Maður var svo sem mikið að sinna barninu sínu, hann náttúrulega orðin fyrir eitthvað stór þá, en samt. Maður er ekkert að taka þátt í lífinu með hann. En enn á aftur þá kynntist maður fólkinn á staðnum, þá fyrir maður heim á Hornafirði. Þegar ég svo hætti að vinna, þá sama og það kom enginn á kunningjónum við nú. Enginn hringdi og enginn á samband. Það var þetta Facebook ekki byrjað náttúrulega. Svo datt bara út nema sem foreldri í svona þess. Maður er ekkert erindi inn í samfélagi meira. Þetta held ég fólk átti sig ekki á. Svo er sorg við að þetta út úr þjóðfélaginu. Þú ert í rauninni, tekur ekki þátt í þjóðfélaginu. Jú, við borgum skatta. Fólk heldur við borgum ekki skatta, en það er skammalegt. Við borgum hellinga skatta. Svona með við það sem við fáum í höndunum. Það eru teknilega kannski 40.000 af mannesku sem á valla fyrir mat, getur valla átt mat út mánuðin. En samt nær sko ríki og sveitafélög að taka skatta. Þannig að manneskjan á ekki þar leiðandi fyrir mat út mánuðin. Nei. Það er verið að taka af fólki sem er eiginlega að berjast fyrir lífið sínu. Það er að taka bara í rauninni matinn úr munninum á okkur. En ég kom það inn á desember uppbótin og takk svo mikið. Sko, desember uppbótin núna síðast hjá mér var 40.000. En ég fekk bara 20.000 meira útborgaður mánuðin mundan. Þau tóku 20.000 af þessum 40.000 í skatt. Sem er hærra heldur en hæsta þrepið. En það var að því að það voru aðra skerðingar. Já. Svo þú veist, það var nú alltaf desember uppbótin, sko. Ég veit ekki, ég hefði nú getað keypt góða jólastek fyrir það, ég segja það ekki, en samt í alvöru. Þú veit ekki að hlaupa út eitthvað í gleðiskast að kaupa jólagjafir handa öllum. En hún er orlofsuppbót, eða ekki? Jú, nú fáum við orlofsuppbót, hún er lægri, sko. Hún er lægri. En samt líklega nær 27.000 tali, sko fyrir skatt. En líklega nær ríki að taka helmingin af því allavega. Já, eða svo núna á sama tíma kemur sko leiðréttingin út af skattinum og ef þú hefur nú óvart fengið krónu meira frá tryggingastofnum, þá sækja það tilbaka, sko. Alveg leið. Svo ef þú ert heppin, þá færðu kannski krónu tilbaka. Ef þú ert óheppin, þá bara borgar það. Svo það getur vel verið að desember uppbótin gufu upp. Það er bara býður í vonu ótt að sumir. Fólk fattar ekki alltaf þess að tekið á öllum, sko. Ef þú passar ekki upp á hún sé rétt. Eins og eitt árið þá hafið það hækkað hjá mér frá lífeyrissjóðnum og ég gleymdi að og þá fekk ég bakreikning, sko, upp á 30-40.000. Þá hvar sem getur keypt fótunum undan þér þann mánuðin, hann er að þú neyðist til þess að hækka yfirdráttin eða sækja lána einhvers staðar annars þar og vera að borga þetta með vöxtum tilbaka yfir langan tíma. Langan tíma, já. Það er margir sem hafa lent í þessu. Já, það er fólk að fara að hafa áhyggjur. Ég er í hóp sem heitir Öryrkjar í Íslands. Fólk er þegar byrjað að hafa áhyggjur af þessu, sko. En það er kannski ekkert skrítið. Það hefur ekkert annað að leita. Svona stór hluti hefur ekkert annað að leita heldur. Herðu Guðmunda, takk fyrir greinarnar. Það eru mikilvægt innleggin í samfélagsumræðina. Takk. Og takk fyrir að koma hingað þegar þú leiði í bæinn. Takk fyrir það. En ég ætla að setja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is